Þú talar að peningur kemur tilbaka og þetta sama og ég lendi í með Seljusólaugi. Hvenær kemur þessi peningur tilbaka til skattgreiðenda? Já, þetta bara peningur sem að ríki tekur sérstaklega í þetta verkefni. Já, skattgreiðendur borga það, en ég að segja að þú ert að segja að það komið aftur tilbaka. Hvenær kemur þetta tilbaka? Já, það hlýtur bara, þessi félög byggð upp þannig að þau fá drukka leigu sem að dugar fyrir kostnaði. Þegar að þau eru búin að borga þennan kostnað tilbaka, þá ætlast þess að þau byggi meira í raun og veru. Já, en þá kemur þessi peningur ekki tilbaka. Jú, hann kemur tilbaka. Hvenær kemur hann tilbaka? Þú sagðir að hagnaðurinn færi það. Þú ert nú bara að snúa út úr, skilur. Nei, ég er ekki snúa út úr. Þetta fyrsta lagi ekki hlutur sem að ég er einhver sérfræðingur í og ætla ekki að fara eitthvað meira út í með þér. En þetta hlýtur að borga sig fyrir alla í samfélaginu, fyrir að allir fá. Við skulum bara taka þann hóp sem ég hef verið að vinna mest fyrir fólk sem er að koma til dæmis úr erfiðri stöðu úr fangelsum. Þetta hópur sem fær hvergi íbúðir nánast. Þurfa að sýna sakavottar í hverskipti sem þeir fara að sækja íbúðir og jafnvel ekki hleypt í gegnum Alfreð kerfið, skilur til að sækja af því að kerfið stoppar það. Þetta hópur sem virkilega þarf á þessu að halda. Við erum að tala heimilislausa, housing first. Veistu hvað það kostar skattgreiðendur að þetta fólk fá ekki íbúðir? Margfalt meira en þar sem verið að leggja tímabundið í þetta verkefni. Þannig að við skulum hafa þá á hreinu að þetta samfélagslega borgar þetta sig upp alltaf fyrir samfélagið. Já, það er alveg... En við skulum snúa okkur að öðru. Við erum ekki að fara að halda áfram með þetta vegna þess að ég er ekki sérfræðingur í þessu. Eini punkturinn bara sá. Ég er ekki að reyna að þrengja eitthvað sérstaklega. Ég er bara að segja að þegar fólk er með til umræðu, að þá er svo oft sagt að þessi peningur kemur tilbaka. Hann kemur þá ekki beint inn í ríkiskassan tilbaka, heldur hann kemur þá í afleiðingum af því að samfélagið hagnist að því að fólk sé ekki þá í frekari afbrotum með öðru heldur hefur það húsnæði. Þá þarf það líka að nefna það að þannig kemur þetta tilbaka, ekki með því að það sé endurgreitt tilbaka. Og þegar maður talar við Finnbjörn eða aðra sem eru í Bjarg, þá talað með mig það að peningurinn sé þá nýttur í það að byggja meira húsnæði. Og við getum alveg verið með slíkar bollaleggingar það að það verði samfélagslega hagkvæmt. En peningurinn sem að skattgreiðendur leggja þá í þetta kemur ekki tilbaka í eiginlegum skilningi þess. Fattarðu? Já, ég meina, veist... En þetta er sjónarmið, skilur við græðum alltaf á þessu. Já, en ég meina, þetta er bara alveg eins og við erum að tala eins og til þess bara fullnustu kerfið, veist. Ef það er settur peningur í endurhæfingu, til dæmis, sem að húsnæði er hluti af, þá kemur það tilbaka, alveg eins og þú ert að segja, frá svo mörgum stöðum. Það minnkar kostnað hjá lögreglu, dómstólunum, fangelsiskerfinu, almannatryggingunum, heilbrigðiskerfinu, fólk kemur aftur tilbaka og byrjar að borga skatta og það er bara sama eins og með þessi félagslegu húsnæði. Þegar fólk fær húsnæði þá getur það byrjað að vinna í sínum málu, náð bata, farið að vinna, greitt tilbaka til samfélagsins. Peningarnir koma alltaf tilbaka til samfélagsins. Það er sjónarmiðið líka. Margfalt tilbaka, þannig að samfélagslega hagkvæmt á margfaldan hátt. Já, það er eina sem er bara búið að fara í taugarnar á mér í þessu þegar fólk segir þetta kostar ekki skattgreiðendur neitt. En ég meina stofnkostnaðurinn er alltaf að vera að kosta skattgreiðendur. Já, og það er bara það sem ríkisstjórnirnar eru búin að ekki bara þessi, heldur líka á undan, að vera að setja í þetta verkefni þessa peninga og hverju ári. Og ég man nú ekkert hvað það er mikið, en það eru töluveri peningar, já. Já,